Við ætlum þessu næst að skipta yfir í Hveragerði. Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri þar. Komdu sæl Aldís, COVID-veiran og afleiðingarnar, hvernig staðan hjá ykkur í dag? Það hefur verið 15 bæjarbúa í sóttkví. Já, við vorum svona það sveitarfélag sem fyrst lentum í svona stórri sóttkví og það var auðvitað mikið áfall og við lendum þarna strax í því að missa stóran hluta nemenda grunnskólans í sóttkví og á 3. tug kennara og starfsmanna skólans. Þannig að við höfum ekki náð upp skólastarfi svona hefðbundnu síðan. Þannig að, og svo annað sem gerist þegar svona mörg börn, lítil börn lenda í sóttkví og það það að foreldrar og fjölskyldur lenda óhjákvæmilega með börnunum sínum í sóttkví. Þannig að það voru miklu fleiri sem að hegðuðu sér eins og þau voru í sóttkví heldur en kannski voru skilgreindir svona í hana eftir hefðbundum leiðum. En svo kannski bætir ekki úr skák að helgina þá heldur betur snjóaði á ykkur. Já, við vitum nú bara ekki alveg hvað við höfum gert af okkur hérna í Hveragerði. Það var bara foráttuveður og auðvitað var mjög slæmt veður út allt land og við gerum okkur fulla grein fyrir því að Norðlendingar hafa fengið miklu verri og stærri skerf af óveðri heldur en við nokkuð tíman. En við erum bara ekki vön þessu og þetta hreinlega versta veður sem fólk man eftir í sennilega á 3. tug ára. Mjög langt og mikið áhlaup og gríðarleg snjórsöfnun í kringum hús og við erum ennþá á öðrum sólarhring að reyna að ryðja okkur í gegnum götur og móka okkur í gegnum skafla af stærðargráðu sem við höfum bara ekki séð til fjölda ára. Það létust 2 íbúar vegna COVID sem eru búsettir í Hveragerði. Þetta þungt högg. Já, það var gríðarlegt áfall og við vorum ekki búin undir að lenda í þessum aðstæðum og vonuðum auðvitað að við myndum alls ekki gera það en á svona stundum þá finnum maður það svo glöggt hversu dýrmætt það að búa í samfélagi þar sem fólk heldur utan hvort annað og þykir vænt náungan og vinir og ættingjar sinna sína. Samfélagið hefur haldið mjög þétt saman. Hér voru við að missa fólk sem við mörg hver erum búin að þekkja all okkar ævi og það auðvitað þungt högg fyrir lítið samfélag. Þannig að samheldni og kærleikur, þetta svona einkunnar orðin og hugsunarhátturinn. Já, engin spurning og núna þegar öllum í rauninni gert ókleift að sýna samhug með þeim hætti sem við hingað til erum vön, þá þetta erfiðara en ég vona svo sannarlega að ættingja þeirra sem þarna létust finni þann hug sem að bæjarbúar allir senda þeim. Ef við förum aðeins í atvinnulífið, Aldís, það hefur hægt á öllu saman. Já, sko, með þeim hætti sem engum gat órað fyrir. Við náttúrulega sjáum alla ferðamenn. Hveragerði einn af svona þessum gömlu ferðamannabæjum á Íslandi. Hér mikil þjónusta tengd við ferðamennsku. Þeir eru bara einfaldlega farnir, þeir varla sjást. Þannig að þetta auðvitað mikil viðbrigði, gríðarlega mikil viðbrigði. En ég hef fulla trú á því að þessi staðir sem hér eru í rekstri munu allir standa þetta af sér. Ég trúi því að við sem samfélag munum finna leiðir til þess að halda utanum þennan rekstur því það bara lífsnauðsynlegt. Páskarnir eru framundan, þeir verða svolítið sérkennilegir öðruvísi heldur en verið hafa. Já, þeir verða það. Það verður ekki stórfjölskylduboð páskana þar sem allir deila páskaeggjunum, það nokkuð ljóst. Þannig að þeir verða einmanalegri en maður á að venjast. En ég held að það sé eitthvað sem allir eru bara tilbúnir í. Og ég vona svo sannarlega að við munum hegða okkur með þeim hætti núna páskana eins og yfirvöld að leggja fyrir okkur að gera. Það lítil fórn að vera heima hjá sér páskana með þeim sem standa manni næstir. Ef að það má verða til þess að fleti þessa frægu kurvu út og minnka álagið á heilbrigðiskerfið og fólki sem þar vinnur.
En fjarfundabúnaður og símar og svo framvegis, það hægt að vera í samskiptum þrátt fyrir þetta allt saman? Já, ég held að ég hafi bara sjaldan verið á fleiri fundum heldur en núna og núna fer engin tími í ferðalög á milli fundastaða, þannig að þeir eru þéttar í dagbókina heldur en nokkuð tíman áður. Þannig að fólk í miklum samskiptum, en þetta þetta allt öðruvísi samskipti. Og ég ætla ekki að halda því fram að ég vonist til þess að þetta sé komið til að vera. Ég sakna þess bara að hitta ekki fólk og geta náð svona þessu spjalli sem oft myndast líka í kringum fundina með öðrum hætti heldur en akkurat fundarefni gefur tilefni til. Og svo maður bara mikið lúnar eftir þessa fjarfundi alla saman. Það svo merkilegt að það alltaf virkar þannig á mig. Hvernig verða páskarnir hjá Aldísi Hafsteinsdóttur? Þú fær nú páskaegg. Já, ég ætla að vona að ég fái páskaegg og ég veit að ég fæ rosalega gott að borða. Ég svo lánsöm að vera gift matreiðslumeistara, þannig að það bara veitingahúsamatur á boðstólum með páskana hjá mér. Svo ætla ég bara að njóta þessa dásamlega umhverfi sem við eigum hérna í Hveragerði. Ég ætla að fara í gönguferðir og vonast eftir allavega þokkalegu veðri og njóta hér af röltum skógarsvæðin og göngustígana sem hér eru. Svo ætla ég að hitta fólkið mitt svona í gegnum gluggana eins og við höfum verið að gera. Við erum hérna mörg í fjölskyldunni, bæði börnin mín og tengdabörn og barnabörn, systkini mín og þeirra börn og mamma. Og ég hugsa að við búum til einhvers konar hittinga með svona það sem allir virða 2 metra regluna og tala svo með mömmu í gegnum glerið eins og maður segir. Og við hérna á N4 segjum bara gleðilega páska. Sömuleiðis, gleðilega páska.